Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur og við ætlum bara að vinda okkur beint í mál málanna því aðra helgi, fyrstu helgin í júlí fer fram pollamót Þórs og Samskipa hér á Akureyri og hingað til mín eru þau komin Hulda Elma Eysteinsdóttir og Sigurður Óli Kristjánsson til þess að segja mér svolítið frá því. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Það hlýtur að vera fagnaðarefni að það sé hægt að halda pollamótið, ekki satt? Jú, þetta í fyrra þá var nú komið pínu logn í COVID-ið, þannig að við héldum þetta í fyrra en það var svona, það mátti eiginlega ekki faðmast eftir leik. Nei. En það vantar mikið. Já. En það náttúrulega frábært að geta núna aftur farið á fullt í þetta og mennir byrjaðir að æfa og spila fótbolta núna svona þessir hópar sem mæta og gera sér klára. Einmitt, það er náttúrulega rífandi stemming í kringum þetta og hefur alltaf verið. Já, þetta ótrúlega skemmtileg helgi, frábær helgi. Já. Þannig að við bara mjög gaman að geta haldið hann aftur með óbreyttu sniði. Og sjáuð ekki, er ekki fjöldi hópa sem að koma aftur og aftur, þetta bara svona ómissandi partur af tilverunni? Jú, þetta rosa mikið sömu hóparnir en það samt alveg gaman. Það er að koma inn nýjir hópar hverju ári. Já. Og náttúrulega einhverjir að detta út eða fækka liðum og það stefnir mögulega í bara með þáttöku í ár. Já. Við erum alveg að vera komin í bara í metið. Þannig að það verður gaman að sjá hvort við toppum það í ár. Og já, fólki fyrstir náttúrulega bæði í að koma saman og að stunda sína íþrótt og bara hafa gaman, það ekki það sem þetta snýst á endan? Jú, þetta á náttúrulega að vera svona fun og fútból, Já. En En það nú, þegar leikirnir byrja, þá fer þetta nú eiginlega oft í bara fútból. Já. Þá fer þetta oft í svona kannski einu og mikla keppni og hörku og svona, það það sem maður langar til að breyta ef svona nú yngri lið að koma, alltaf eitt ár sem kemur nýtt inn, Það aldurstakmarkið 28 ára eða 30 ára karlamegin og 22-24 kvennamegin. Þannig að maður langar svona að það verði bara, þarna erum við komin til að hittast, hafa gaman og auðvitað spila fótbolta. Já. En það alltaf keppniskap í mörgum og það fer ekki af mönnum. Nei, einmitt. Þetta bara, menn ganga ekki bara svolítið í barndóm aftur, bara allir Jú. Úlingarnir, Jú, en þeir sem eru elstir í þessu, þeir náttúrulega eru alveg komnir inn til lendingar, í íþróttum, þannig að þá bara hausinn eftir. Já. Þannig að það að fara svolítið varlega. Já, það mismunandi keppniskap hjá fólki sennilega á mótinu. Já. Það einhverjir sem geta ekki skilið eftir heima. Nei. En það bara eins og það Ég sennilega eina af þeim stundum. Erfitt að leggja það til hliðar, en ég reyna í fótboltana samt. Já. En þetta af því nú þetta náttúrulega sögufrægt mótið. Hvaðan kemur nafnið pollamót? Ég held að sé bara, þetta eru pollarnir, þegar þú ert komin að nálgast hringinn, út pollið þegar þú fæðist upp á einhverjum ákveðnum aldri og svo þegar þú hættur í svona, menn tala alvöru fótbolta, keppnisfótbolta, að það áttu orðin polli aftur, Já. Og það náttúrulega þegar maður auðvitað, krakkar, úlingar og keppnisfólk auðvitað öllum aldri, þeir þurfa auðvitað að undirbúa sig fyrir æfinga og leiki með að borða rétt og sofa rétt og svona, nema pollarnir þessa helgi, þeir náttúrulega gera allt vitlaust. Já. Þeir undirbúa sig ekki neitt og eru bara á humlakúr. Já, það það sem það kallað, humlakúrin. Já, einmitt. Það gott orðið við það. En það náttúrulega svo heilmikil dagskrá í kringum þetta. Bærinn náttúrulega fyllist af fólki og alls konar að vera. Já, Páll Óskar ætlar að koma til okkar á laugardagskvöldinu. Já. Og halda skemmtun. Einmitt. Og það verður, við erum með hoppukastala á svæðinu. Og já, þannig að þetta ekkert bara pollarnir sem koma að leika sér þarna. Við erum alveg með fjölskyldurnar í kring og krakkarnir geta leikið sér á svæðinu. Já. Þannig að þetta Já, ég allavega alveg 100% sem að það margar sem þyrstir í að komast á pallaball loksins. Já, það verður rosa gaman að geta boðið upp á alvöru ball aftur.
við vonandi bara fyllum bogan. Allir til í að komast á ball. Já. Það er rétt að vona. Svo á föstudagskvöldinu þá verðum við með líka Ernur Hrönn og hann Rúnar F. Já. Þannig að það verður stemning líka. Fyrir utan þá, þar verðum fyrir utan Hamar þá, í útistemningu. Já. Svona, bara, já, útilegu stemming, kannski pínu. Brekkusöngur nánast. Já, þið sjá að þetta er mjög skynsamlegt, sko, hvað var það íþróttir og fótbolta og keppni að vera með svona ball á föstudegi og útisvæði og Rúnari og Ernu. Það hefur náttúrulega söngur og glens og gaman til 12:01 nóttina, en þá leikir kl. 8 morguninn daginn eftir. Já. Þannig að menn er undirbúið sér mjög vel fyrir laugardaginn. Já. Og svo er náttúrulega að hittast menn í Hamri alltaf núna á 50 dögum, sem sagt fyrir mótið, því þá er dregið í riðla og menn borga gjald fyrir þátttöku og svona, og þar eru menn að kannski að skoða þennan humlakúr. Já, og kynna sér hann. Hvernig hann virkar. Já. Og svo byrjar þetta bara 8 eða 9 morgunin, sko, og föstudagsmorgun. Já. Svo menn allan daginn að spila allt og mikið, hlaupa allt og mikið, reyna allt og mikið, fara svo á ball hann á föstudeginum, og svo aftur 8 laugardagsmorgun, þar sem menn gera allt og mikið. Já. Og svo pallaball, náttúrulega frábær stuð hann kvöldið. Þannig að sunnudagurinn ef mann er bara sópað upp. Já, bara þeir sem eru henn á lífi. Já, bara restinn. Það er svona átt að vera. Þetta er alveg verið helgi. Já, þetta er algjör veisla. Já, frábært. Þetta er allavega, ég hlakka til að bærinn fyllist af líf og fjöri og þetta verður bara frábært. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Sömuleiðis. Takk fyrir.